Komið sæl og blessuð og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Við ætlum að tala tölvur og fleira. Maðurinn sem að hér situr innan við í bragganum hérna hjá mér, hann tölvusjenkó eins og stundum kalla, hann sérfræðingur í tölvum, hann framkvæmdastjóri stórs tölvufyrirtækis. Hann bæjarfulltrúi, hann á stóra og fallega fjölskyldu og hann hefur, virðist alltaf hafa tíma. Hann hefur tíma fyrir mig hér og ykkur. Komiði með, við skulum spjalla við Matthías Rögnvaldsson. Matthías, verður velkominn. Takk fyrir það. Af því ég veit að þú tölvumaður, ertu tölvunarfræðingur eða forritari eða eitthvað þess háttar? Nei, ég hef nú bara verið að vinna við þetta meira að vinna síðan 1996. Bara árið eftir að Edison fann tölvuna? Kannski ekki alveg, en þetta mjög snemma. Ég byrjaði að vinna í þessum tölvubransa. Já. Og fyrst og fremst bara af áhuga og svo fer ég og sæki mig bara upplýsingar í gegnum netið og í gegnum rafinaðarskólann og þá aðilega sem hafa verið að kenna og var svona mestmegnis inn í þessu Microsoft-umhverfi og fór að þjónusta það. Og upp í það sem að þú ert að gera í dag? Já, ég byrja fyrir alvöru í þessum tölvubransa sem fullt starf árið 2000. Já. Og þá byrjaði ég hjá fyrirtæki því Screen EHF sem svona undanfari EOS Advania á Akureyri og vann þar sem kerfisstjóri og líka sem þjónustjóri og var þar. Við vorum að reka tölvukerfi fyrir fleiri hundruð fyrirtækja. Já. Og ég var svona einn af þeim sem var einn aðalmaðurinn í því. Þannig að þú svona einn af þessum sem að komu sér inn í þetta bara af áhuga og sem sagt bara með grúski? Já, stórum hluta bara. Já. Það var fyrst og fremst það. Ég fór í verkmenntaskólann og var á leiðinni í kokkin árið 1990 og lærði matvælatækni. Svo komst ég að því þegar ég var að nema kokkin eða byrja þá braut. Það var engin laun í þessu, þannig að ég hætti því. Eru meiri laun í tölvunum? Já, það eru töluvert meiri laun í því, held ég. Auðvitað geta góðir kokkar haft mjög góð laun. Já. Er þetta maður á ekki eins og spyrja svona, en þetta í rauninni ofsalega stór þáttur í rauninni í lífi hvers manns og allra fyrirtækja. Og verður bara stærri og stærri, Þetta náttúrulega... Þú stofnaði ekkert fyrirtæki nema tölvu? Nei, það eru svona meiri líkur minni að þú sett með eitthvað tölvudæmi, hvort sem það í gegnum síma eða í gegnum hefðbundna tölvu eða hvað það er, Þekkirðu einhvern sem ekki að fikta í tölvu? Nei. Alveg sama á hvað aldrei það er? Nei, ég held að ég þekki engan sem kemur ekki nálægt einhverju svona tölvutengdu. Vegna þess að við erum komið með svona hugbúnað inn í allt, inn í sjónvarpinu okkar og myndleikla og það er hugbúnaður alls staðar. Og símann og... Símann og þetta. Já. Ef þú hugsar tilbaka þegar þú strákur, lítið strákur, þá var þetta ekki til? Nei, allavega ekki þeirri mynd sem að... Nei, þetta ekki til þá. Þú veist, þetta eru tölvur hjá fyrirtækjum. En þessar PC-tölvur, þær fara ekki að koma fyrir bara einhvern veginn kringum 90 eða fyrir það, Já. Hvað á að gera í sambandi við börnin? Á að skammta þeim tölvutíma eða hvað á að gera? Þetta örugglega ótrúlega misjafnt hvað börnin fá út úr þessu. Þú var sjálfur mörg börn? Já, ég var mörg börn og ég var 5 börn og vissulega hafa þau heillast á tölvuheimum eins og flest önnur börn. Já. En þau hafa líka verið rosalega virk í íþróttum. Já. Og staðið sér bara ágætlega og bara vel í skóla og það hefur svona verið kannski, ef maður slettir díalógi, ég meina ef ég er duglegur að sækja íþróttir og stend mig vel þar og ég stend mig vel í skóla, hvað þá að því að ég sé 2 eða 3 tíma í tölvunni? Já. Og þá hefur maður verið að ræða þetta félagslega, hvað með þetta félagslega? Félagslega í skólunum og í íþróttunum.
og þá veltaði fyrir sig sko, maður spyr, af hverju farið ekki út að leika ykkur og þá segir, bara sagt mér, það enginn út að leika sér, við erum hér eru allir vinir mínir, þeir eru inn í tölvunni, við erum að tala saman hér, hérna hittust við, þeir eru ekkert út á velli, pabbi. Þeir eru ekkert út á velli? Nei. Fara þó ekkert út í fótbolta eða leiki? Það orðið miklu minni heldur en það var held ég sko, en auðvitað eru börn á völlunum og kvöldið þegar gott sumarkvöld, hvað betra það en að leika sér með félagunum. En þú, börnið þín, þegar þú kemur að þeim á kvöldinu heima eða hvernig sem það sko, kennirðu þeim eða læturðu þau grufla, hvernig fer það þessu? Ég hef eiginlega haft þá reglu að þegar þau eru að spyrja mig vel flest og nánast haft þá reglu líka í vinnunni, að byrjaði bara á að googla þetta. Vegna þess að þú þarft að kenna fólki að bjarga sér. Að það getur ekki, það skilur ekki að hverju hljóði virkar ekki, það skilur ekki að hverju þetta virkar ekki, að hitt virkar ekki. Það byrjaði þá bara að googla þetta, vegna þess að kunna googla alveg ótrúlega gott veganesti inn í framtíðina. Sko. En þú ert að meina að það ekki sama að googla og googla? Nei, þú náttúrulega ert að leita þarna til þess að leysa úr einhverju vandamáli. Já. Og þá finnur þú leiðir til þess, vegna þess að öllu líkindum hefur einhver annar lent í þessu. Og margir koma þessum upplýsingum áfram og þú skoðar YouTube eða þú skoðar og þú getur lært hvað sem nánast í gegnum Google eða YouTube. Þú þarf bara að hafa agan og þolinmæðina til þess að fara í gegnum þetta. Já. Og oftar en ekki þegar við erum að fást við einhver vandamáli í okkar gera þá byrjum við bara á því að googla þetta sko. Hver þessi lína þarna eða hver þetta svona og þetta bara stór upplýsingaheimur sem að miðla. Já. Mann hefur verið sagt sko prófa þig áfram og það kannski það sem manni finnst erfiðast, það að prófa og fikta sko, þú veist, maður kannski getur ekki snúið við. Já. Þú gerir eitthvað og þeir finnst þú vera komin í ógangur og getur ekki snúið við. Já. Það náttúrulega mjög mikilvægt sko, að því maður nú búin að vera í þessu 20 ár að eiga leið tilbaka. Að ef þú ferð inn í eitthvað verkefni að helst að skilja ekki við það í verra ásigkomulagi heldur hvað staði sko. Já. Það getur enginn orðið fúll við þá að þú prófar þig áfram sko. Þannig að ég mæli náttúrulega alltaf með því þegar fólk í einhverju svona tölvuvinnu eða annað að eiga bara afrit og aftur afrit sko. Við erum alltaf bara að klára á því að allt sem þarna verður þarna. Matthías, sko þú ert ekkert sko lengur segir við tölvuna sem slíka nema svara posti og verið í samskiptum en þetta stórt fyrirtæki. Já, þetta rúmlega 20 manns. Það náttúrulega taka þátt í ákvörðunartökum hvaða leiðir að fara og annað slíkt og stýra mannskapnum, sjá til þess að öll verkefni séu unnin og allir hafi nóg að gera. Hvað þetta fólk að gera? Þetta forritarar eða hvers konar fólk þetta? Þetta allavega fólk. Við erum til dæmis með 2 sjávarútvegsfræðinga, við erum með verkfræðinga, við erum með tölvunarfræðinga og viðskiptafræðinga. Þannig að þarna við erum með fólk með mastersnám að baki og fleira, þannig að þetta ansi víðtækur hópur og alls konar verkefni. Við erum að forrita lausnir, við erum að búa til heimasíður og við erum að skrifa alls konar sérlausnir, þar sem alls konar bókunarkerfi, pöntunarkerfi og allavegnakerfi. Við erum að vinna fyrir bílaleiguna Höld, Icelandair Hotels, við erum að vinna fyrir á 3. tug sveitafélaga. Og svo líka þessu atvinnuvegi sem nefndir, menn úr sjávarútvegi og þess áttar. Og þeir þá sem sagt sérfræðingarnir sem að vinna í því að setja upp kerfi? Þeir eru náttúrulega sko, þeir sem að, eins og þessi sjávarútvegsfræðingar, þá eru þeir náttúrulega fyrst og fremst bara einhverju verkefnastjórn eða umsjón verkefna. Sko. Þannig að það ekki beint. En við náttúrulega vorum mjög heppin að eitt af þeim fyrirtækjum sem að kom fyrst í viðskipti hjá okkur, það var Samherji og það var mjög ánægilegt að árið 2004, frekar 2005, þá tóku þeir fyrstu heimasíðuna, eina af þeim fyrstu að taka lausnir frá okkur. Já. Það ekki voða gott þegar kemur einhver svona stór og öflugur lætur ykkur vinna og þið gerir það vel, að þá byrja blómið að blómstra? Jú, það náttúrulega tvímælalaust, þá það þegar aðilar sem gera kröfur velja okkur, þá það mjög gott til afspurna sko. Það skiptir öllu máli. Já, þannig að þú segir eins og til dæmis að þið eru að vinna fyrir, 30 sveitarfélög? Já, á 3. tug, já. Fjölda sveitarfélög all land þá? Já. Eru þið með verkefni erlendis? Við erum með verkefni erlendis,
til dæmis erum við að vinna fyrir Promens og við erum að vinna fyrir Purity Herbs sem erlendis líka og við erum að vinna fyrir allavega fyrirtæki bæði í Kanada, Kína, en mestmegnis þetta hérna á Íslandi. En þú ert framkvæmdastjórinn, þú lætur fólki hafa nóg að gera og þú þarft að vera með alla endana og vita hvað að gerast. Já, við vinnum allavega saman í þessu. Við erum hann gott teymi sem að vinnum að þessu daglega að sjá til þess að allir hafi nóg að gera og fyrirtæki gangi vel. En það búið að vera mikill vöxtur í fyrirtækinu undanförnum árum og það náttúrulega töluvert verkefni að reka rúmlega 20 manna fyrirtæki og Matti, 7 manna fjölskyldu. Já, og 2 hunda. Og 2 hunda. Þú átt 5 börn. Hver kona þín? Erla Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur. Já. Og hún líka þjóðfélagsfræðingur. Já. Og hún hefur starfað á slysadild, FSA eða SAG, í undanfarin 18 ár. Já. Og við erum búin að vera saman í rúm 25 ár. Aha. Bæði í svona öflugu starfi og kannski krefjandi. Hvernig gengur með fjölskyldulífið og þess áttar, stjórna börnunum og halda þessu heima og saman? Það hefur bara gengið alveg ótrúlega vel. Og hún náttúrulega stóð mínu stytta í öllu þessu dótari, sko. Já, eru öll börnin heima? Nei, þau eru nú sem betur fyrir farin að fara heiman eitthvað. Sem betur fyrir, já. Þetta eldist og fer að mennta sig og annað og við erum með 3 heima núna og dóttir okkar, hún Rut, hún útskrifast núna út á menntaskólanum núna í júní. Já. En Rakel elsta, hún útskrifast úr verkmenntaskólanum og Daniel úr menntaskólanum, hann þarna 94 módel. Þannig að svo erum við með 2 strákar sem 2000 og 2001 módel heima líka. Já, eru einhver þeirra í tölvu? Daniel hefur verið í hugbúnaðarverkfræði og er að læra það? Já, hann tók sér smá pásu svona til þess að átt að segja hvort hann vill fara í þetta eða hitt, sko. Já. En hann hefur verið þar og maður veit ekkert, ég mér skilst á þessum yngri allavega en öðru þeirra, þeir ætla sér að fara í hugbúnaðargerann. Er það? Já, já. Mundirðu segja við strákana þína og stelpurnar náttúrulega líka, krakkar, farið í þetta er framtíðin? Ég var gantaðist nú ekkert með það, sko. Mér var alveg sama hvað við gerðum svo lengi sem við verið hamingjusum, en ég mælti með að við færi í verkfræði. Já. En vissulega snýst þetta náttúrulega það bara að finna sér það sem að vekur áhuga þinn og passion, eða hvernig sem maður orða að drífur þið áfram. Það er náttúrulega örugglega fátt leiðilegur að fást við eitthvað sem hundleiðilegt, sko. Já, það hlýtur að vera. Matti, hvaðan ertu? Ég hérna frá Akureyri. Já. Fjölskyldan ættuð svona meira og minna frá Siglufirði og Húsavík og bjó á Hjalteyri áður en við fluttum hingað 1970. Já. Og ég fæddur 1971 og er uppalinn í Birkilundinni 9, sama húsi og Nick Læknir býr í. Já, það er ekki slæmt. Nei. Var þetta þá svona tiltölulega nýlegt hverfi? Já, foreldrar mínir byggðu húsið, Birkilundinni 9, 1970. Já. Og ég fæðist í desember 1971. Já. Og svo ertu þá í skóla upp á brekkunni eða? Já, ég sæki barnaskólan og fer í framhaldi af því í verkmenntaskólan. Já. Foreldrar mínir eru ég var mikið á sumrin og páskan á Siglufirði og var svolítið duglegur að sækja það og líkaði vel. Já, oft sem ættingja þar. Já, mikið að ættingja. Og ferðu enn þangað? Já, og tala nú ekki eftir að göngi komu, þá er það náttúrulega gaman að koma að þarna. Já, hvað gerðu strákar á þessum tíma, á þessum árum? Hvað voru það að brasa? Við vorum náttúrulega bara gera allt milli heimis og jarðar og vorum aldrei heima hjá okkur, sko. Já. Við vorum mikið saman, ég og Þorvaldur Lúðvík, hann átti heima neðar í göttunni. Já. Og við vorum að hjóla og veiða og smíða og fórum í frábæ svo kallaðan sem var smíða svona svæði upp í leikskólan. Já. Og Viðlundaskóla og maður var bara úti, sko. Já. Og svo náttúrulega fór maður snemma að vinna og bera út blöð 7-8 ára og selja Helgapóstinn og Alþýðublaðið og svona, og selja fisk og ýmislegt. Selja fisk?
afi veiddi fisk á trillunni sinni og svo sett maður fisk í fötu og labbaði á milli kvennanna í hverfinu og seldi þeim fisk. Nei, það? Og gekk það? Já. Og hver var afið þinn? Já, þetta var sem sagt fósturpabbi föður míns, hann Ægir Leifsson. Já. Og hann var trillukall hérna. Og þannig að hann var maður fannst ekki leiðilegt að selja fiskur í kallinn, sko. Var ekkert af þessu þegar þú ert strákur sem að gat kallað á þig í það að fara í það, að læra það, vera sjómaður eða smiður eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég hafði bara snemma áhuga á matreiðslu og náttúrulega töluvert það í minni fjölskyldu, matreiðslumenn og annað. Já, það? Þannig að ég hafði bara mikinn áhuga á því og ætlaði að fara að nema það. Og ég var sko 19 ára þegar ég kom með mitt fyrsta barn. Þannig að og ég var komið með 5 börn 29 ára. Þannig að það var einhvern veginn þannig að það að fara í þetta nám sem var mjög mikil vinna og rosalega lágt kaup og maður var komið með húsaleigu og afborganir á bílnum og eitthvað, það var bara ekkert að gera sig, sko. Þannig að maður fór snemma yfir í þennan tölvubransa. En ég vann líka á sambýli, vaktavinnu og fyrir geðfalla og það var tiltölulega vel borgað vegna þess að það var svona sértækt úrræði. Já. Og konan byrjaði í sjúkraþjálfun og fór svo stutti eftir það yfir í hjúkrun. Já. Og nam hjúkrun hér. Já. Ég var bara á fullu að vinna og hef verið duglegur að koma mér áfram í gegnum tíðina. Já, hefur alltaf unnið mikið? Já. Já, og þú segir sjálfur að þú sért duglegur? Já, ég náttúrulega, það náttúrulega ákveðið, það náttúrulega ákveðið dugnaðar að koma öllu þessu í gegn sem maður búinn að koma í gegn og ég náttúrulega gæti það ekkert nema með frábæru fólki, sko. Nei, já. En ég náttúrulega, mætti örugglega verið duglegri í mörgu, ég náttúrulega, maður kemst bara yfir ákveðna hluti. Matthías Rögnvaldsson, sko, það er ekki nóg með það og sért með þetta stóra fyrirtæki í stóra fjölskyldu, það er haft nóg að gera í gegnum tíðina. Þú ert í bæjarstjórn. Já, það passar. Og hvers vegna í ósköpunum? Það er von, þú spyrir. Ég svo sem hef alltaf haft áhuga á pólitík og fylgst vel með því. Ég var tiltölulega ungur þegar ég fór að sækja fundi hérna hjá Alþýðubandalaginu á Akureyri og var með þess að koma í stjórn þar eitthvað 15 ára held ég. Já. Þannig að systur mín bætti alltaf 5 til 10 ára við aldurinn minn sem væri svo mikill kall, sko. En ég hef alltaf haft áhuga á atvinnulífinu og atvinnusköpun og kem að pólitík sko í raun og veru þarna í apríl 2010 í fyrsta skipti. Þá var ég beðinn að taka sæti á lista hjá bæjarlistanum. Já. Og hafði nú ekki mikinn áhuga á því en ég hafði samt áhuga á því sko, hvernig við mættum efla nýsköpun og atvinnusköpun hérna árið 2010. Það veitti ekki af. Það var náttúrulega nýbúin að standa í miklum hremmingum hérna og allt þjóðfélagið og ég svona velti fyrir mér bara hvað getum við gert og ég var svona að reyna að hvetja til þess að við skoðum hvað væri farsælast fyrir sveitarfélag að koma að atvinnulífinu, hvað dæmi væru annars staðar á Norðurlöndunum eða Bretlandi eða Evrópa eða hvar sem þar sem sveitarfélagi hefur raun og veru gert eitthvað til þess að hvetja til atvinnusköpunar og nýsköpunar og ég hef svona verið að vinna í því. Ég var einn af þeim sem stóð að því að koma á atvinnu- og nýsköpunarhelginni hérna á Akureyri sem fleiri hundruð manns hafa sótt og gengið bara mjög vel sem svona hvatti til nýsköpunar. Ég svo þarna í upphafi árs 2014 þá ég ekkert að hugsa að fara í pólitík, sko. Það æxla svo þannig að ég fer fyrir L-listan eða bæjarlista Akureyrar sem sameina framboð þess að tvekja framboða og það kannski hefði átt að segja mér eitthvað að 5-6 bæjarfulltrúum hættu hjá L-listanum og það var ekki það að þeim líkaði illa við hvort annað heldur snerist það fyrst og fremst það álag og þá vinnu sem væri í kringum þetta, sko. Ég nú bara svo heppinn að
að ég náttúrulega bara á frábæra fjölskyldu og frábært samstarfsfólk í Ellistanum og tala nú ekki það frábæra fólk sem að vinna með mér í stefnu. Það er eina ástæðan fyrir þetta gengur upp, sko. Já, en hefur þú nægan tíma? Það er nefnilega þetta með tíman, sko. Þetta eiginlega, ég held að þetta snúist náttúrulega rosalega mikið skipulag, að nýta tíman vel. Ertu skipulagur? Nei, en ég samt alltaf að reyna að bæta mig og kem hlutunum. Ég yfirleitt alltaf stundvís, ég reyna að setja mig vel inn í málin, ég hlusta og reyni þrátt fyrir athyglisbrest sem ég berst við eins og margir en ég er með svona ágætis minni allavega, ég getur vel verið að sé valkvæmt minni hjá mér eða eitthvað, ég veit það ekki en allavega ég hef mikinn áhuga á pólitík, ég hef mikinn áhuga á þessum bæjarstjórnarmálum og hefur rosalega gaman að því og það er náttúrulega drifkrafturinn þar. Ég er náttúrulega að vinna með frábæru fólki í bæjarstjórninni og náttúrulega öllu þessu frábæra samstarfsfólki sem hjá bænum og það er fullt af jákvæðum hlutum að gerast og það eru líka erfiðir hlutir. Það er stór brekka í rekstrinum og við erum að reyna að leysa það sem farsælastan hátt. Já. En þetta svipað á þú kannski reiknaði með þegar þú svona sagðir, ég hef áhuga, ég ætla að prófa þetta? Ef ekki orða það sko tíminn sem fer í þetta er töluvert meiri heldur en ég gerði mig grein fyrir. Eiga bæjarfulltrúar fyrirgefðu skýta sér ný að vera í fullu starfi? Það er alveg... Umræðan kom upp daginn? Já, það má alveg skoða það, en það er kostur og galla við það og þannig að það þarf svolítið að hugsa það vel hvernig menn vilja nálgast það vegna þess að það opnar dyrnar fyrir einhverja en það útilokar kannski hugsanlega aðra. Já. Þannig að það er borgað fyrir þetta? Já. Eitthvað smáttur í eða? Já, það er bara hlutfall af þingfararkaupi alltaf. Já. Þannig að en ég meina, þú veist, það verður engin ofalinn af þessu, sko, en það stóð það ekki til, sko. Nei. Aðalatriði bara það að þetta, að fólk sé ekki að skaðast verulega, en náttúrulega nummer 1, 2 og 3, fólk fer þarna inn, ekki út af peningunum, eða það fer það inn vegna þess að það vill reyna að hafa jákvæð áhrif á sitt samfélag og reyna að svona gera eitthvað og vinna í svona samfélagsmálum sem hefur jákvæð áhrif fyrir heildina. Já. En ekki einhverja þrönga hagsmuna. Já, það ekki svoleiðis í svona minni samfélögum, við getum alveg kallað Akureyri sem svona minna samfélag, en þetta ekki þannig? Ekki menn í sjálfum sér að vinna að sameiginlegu markmiði þó þeir séu einhverjum flokki eða einhverjum lista eða eitthvað þess að það er bara 99% þannig, sko. Það er bara, þú veist, það er mikil samstaða og það er við vinnum okkur og alveg saman hvaðan hugmyndi kemur svo lengi sem hún er góð, sko. Þetta snýst ekkert það hvort hún komið frá þessum aðila eða þessum flokki, sko. Þetta snýst bara aðalatriðum það, það jákvætt og þú veist, þetta til góðs og þá þurfum við náttúrulega bara að skoða það og reyna hvernig við vinnum með það. En hvernig gengur baráttan, sko, að vera ekki á Reykjavík-svæðinu? Það þarf að leita mikið, stjórnvaldið náttúrulega allt saman í Reykjavík. Hvernig gengur baráttan? Maður hefur á tilfinningu þetta getur verið ofsalega erfitt og... Þetta náttúrulega rosalega skrítið, sko, að við erum við erum mjög háð ríkisvaldinu. Það ákveður tekjuskiptingu og setur lög og reglur sem við þurfum að fara eftir. Við erum, þú veist, að í endalausu baráttu við ríkið hin á þessa samninga sem við og aðrir telja þeir uppfylla ekki, þeir greiði ekki rétt með. Já. Og það náttúrulega alveg rosalega miður að við, þetta litla samfélag sem þó stórt, við erum rúmlega 18.000 og þetta 35.000 manna kjarni hérna. Við erum að þjónusta á allt þetta svæði, við erum höfuðborg landsbyggðarinnar, alveg sama hvað fólki finnst það. Þá hér risastórt menningarhús og stórt og öflugt íþrótt- og tómstundalíf og menningarlíf og allt þetta. Og þannig að það skiptir rosalega miklu máli að ríki fari eftir þeim samningum og láti ekki litla bróðir
sitja alltaf á hakanum, láta hann alltaf sitja uppi með Svarta Pétur. Þar sem við erum með tugi mála, þar sem við erum að sitja eftir og við greiðum þar sem ríki á að greiða. Og eru samningar þar Það eru samningar þar eða þeir eru útrunnir. Já, ég meina það voru til samningar og þeir endurnýja það ekki. Sko. Þannig að það er rosalega slæmt vegna þess að baráttan alveg nógu erfið að reyna að reka rómlegt samfélag þar sem við reynum að snerta alla fleti, hvort sem það eru skildu fleti sveitarfélagsins, sem þau ber samkvæmt lögum að gera, eða líka það sem okkur ber ekki að gera, en við gerum til þess að búa til flott samfélag sem fólk vil búa í, vegna þess að við viljum draga að okkur. Hér viljum við að skapist fyrirtæki og tækifæri og annað slíkt, sko. Matthías, þú verður kannski bara bæjarstjóri, viltu verða það? Nei, takk. Má ég taka mynd af þér? Já, Af því að nú erum við í rauninni að fara að kveðja þetta, hætta þessu bara í bili. Takk fyrir það. Og svo aðra. Ánægður með þetta. Kærar þakkir fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.